Við skulum fara yfir í Jakobsbréfið í 2. kapítulan. Þar segir einmitt það er í 19. versi, þú trúir að Guð sé einn, þú gjörðu vel, en illu andarnir trúa því líka og skelfast. Býtum við, hvað gagnar trú okkur ef að trúin ekki meiri svo að halda já Guð til, en við gerum ekki vilja Guðs. Meira segir illu andarnir trúa að Guð sé til. En okkar trú á að vera meiri en þetta, að bara að viðurkenna að Guð sé til. Við þurfum að sýna Drottinn hollustu, honum til handa í líferni okkar. Í 20. versi segir, fávísi maður, vill þú láta þér skiljast að trúin ónýtt án verkana? Trúin á að opinberast í verkum okkar. Réttlætist ekki Abraham faðir vor af verkum hann lagði son sinn Ísak á altarið? Þú sér að trúin var samtaka verkum hans og að trúin fullkomnaðist af verkum. Mætti Guð hjálpa okkur að reyna svona trú líka og alveg sérstaklega þegar á móti blæs og við sjáum ekki hvernig hann ætlar að fara að því að leysa úr vandamálum okkar. Förum yfir í Rómverjabréfið í 10. kaflan, þar sem segir í 9. og 10. versinu, ef þú játar með munni þínu, Jesús Drottinn, og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, myndu hólpin verða. Þarna trú sem gildir, trú sem frelsar. En þá þarftu líka að taka Guð á orðinu. Að trúa öllu sem Guð segir þér til handa í hjarta þínu og játa, viðurkenna fyrir hverju sem með vörum þínum að Guð áreiðanlegur. 11. versi, eða það 10. versi næst. Með hjartanu trúa til réttlætis en með munninu játa til hjálpræðis, ágætt að endurtaka, en ritningi segir, hver sem trúir á hann mun ekki til skammar verða. Þú munt ekki verða þér til skammar þegar þú treystir Guði. Það borgar sig að treysta honum. Í 16. versi í Rómverjabréfi 10. kapítula segir einnig, en þeir hlýddu ekki allir fagnaðar erindinu. Jesaja segir, Drottinn, hver trúði því sem við boðuðum? Það voru ekki margir sem trúðu. Svo kemur þá trúin á boðuninni, segir hann, en boðunin byggist á orði Krists. Þannig verður að tala trú. Trúin kallar á verk. Förum aftur í Hebreubréfið í 12. kaflan og 1. versi. Bara svona eins og til að, rifja upp. Því þetta textin sem ég vitna oft í. Fyrst við erum umkringdir slíku fjölda votta, léttum þá af oss allri byrði og viðloðandi synd og þreytum þolgóðri skeið það sem við eigum framundan. Beinum sjónum vorum til Jesú, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Svo erum við að hafa áhyggjur af því að trú okkar sé svo lítil eða ekki nógu stór eða við séum svo vanmáttum í trúnni. Það Kristur sem höfundur trúarinnar okkar, þeirra sem okkur gefin. Og hann fullkomnari trúarinnar. Við þurfum ekkert að sanna okkur. Við bara gerum eins og Drottinn býður og það Jesús Kristur, frelsarinn okkar, skaparinn okkar, hinn almáttigi Guð sem hann hann fullkomnar okkur í trúnni. Við þurfum ekki að hafa áhyggjur af þessu að standa okkur vel nema að leyfa honum að koma stað í lífi okkar. Åpenbarunarbókin 14. kapítuli, versi sem ég kannski vitna oftast í af öllum í allri Biblíunni. Hér, það 12. versi, hér reynir það þolgæði hinna heilugu. Þeirra varðveita boð Guðs og trúna á Jesú. Og við skulum kryfja þetta örlítið meira til merkjar. Sko, það eru þeir sem varðveita að boða Guðs, öll fyrirmæli hans, allt orð hans. Og einnig
að þeir treysta eða varðveita trúna á Jesú. Trúna á Jesú. Trúin kallar á að við treystum honum og tökum mark á honum og þá mun okkur vegna vel. Núna er það fyrra Korinthubréfið, 13. kaflinn og 11. versi. Það er nefnilega svo margir sem segja, já, ég læt mér nægja mína barna trú. Slíkir hafi ekki lesið Biblíuna sem segja að það sé nóg. Hún er nóg fyrir barnið, en ekki fyrir fullorðna. Páll postuli sagði, þegar ég var barn, talaði ég eins og barn, hugsaði eins og barn og ályktaði eins og barn. En þegar ég var orðinn fulltíður maður, lagði ég niður barnaskapinn. Getur það verið skýrar en þetta? Svona er Guðs orð. Beinskeytt eins og beittasta sverð sem smýgur inn í merg og bein. Því að þannig er orð Guðs. Það er meiri háttar uppskurður, gerður á okkur, hefur leifum orði Guðs að komast að í lífi okkar. Svo getið þá látið mér nægja barnatrúna, ekki samkvæmt því sem Páll postuli, innblásin af Guði, skrifa fyrir Guð í kærleiksbréfi Guðs til okkar, Biblíunni. Og barnatrúin er sögð alltaf vera svo falleg og hún er það. Ekki er þó allt rétt eða sannleikur þótt fallegt sé, eða jafnvel einlægt. Lúsifer var fegursti engillinn í alheimi Guðs, en Guð í orði sínu varar okkur við blekkingum hans. Sjáum bara hvað Guð segir okkur í fyrra Korinthubréfinu í 11. kafla. Það er 13. og 14. vers. Slíkir menn eru falspostular, svikulir verkamenn, taka á sig mynd postula Krists. Og ekki er það undur því að Satan sjálfur tekur á sig ljós engils mynd. Svo það er ekki nóg að eitthvað sé fallegt. Englarnir sem gerðu uppreisn gegn Guði á himnum með Lúsifer í broddi fylkingar voru yndislega fagrar verur og eru enn í dag. Samkvæmt orði Guðs. Þeir eru sem ljós englar, skínandi bjartar verur og eiga eftir að gera stórkostleg kraftaverk á meðan manna árin yfir lýkur og blekkja þannig mest allan heiminn. En menn geta líka verið einlægir. Það eru margir í mismunandi trúarbrögðum sem bara treysta presturinn sínum. Presturinn er stundum fáfróður sjálfur og veit ekki betur og fólkið saklaust í einlægni sinni bara treysti því sem að kennimaðurinn þeirra hefur að segja þeim. Þetta er ekki nógu gott, vinir. Svo að við verðum að forðast að láta blekkjast af því sem ekki er satt eða raunveruleg. En sönn trú felst í því að gera vilja Guðs, að treysta orði hans og að sýna honum hlýðni og hollustu í daglegu lífi okkar. Getum við gert þetta, vinir? Treystum við okkur til þess að treysta Guði? Andatrú er ekki Guði að skapi og ég fjallaði það síðar, við gera það á komandi hausti í annarri seríu. Andatrú er ekki Guði að skapi, enda á hún enga samleið með kristinni trú og samt eru þúsundir kristinna einstaklinga andatrúar. Trú á álfa og huldufólk er heldur ekki kristin trú. Þetta er algjör blekking. Hversu fagrar sem sögur álfa og huldufólk kunna að vera. Og takið nú eftir, fólk getur ekki talist kristið þegar það tileinkar sér stjörnuspeki. Því stjörnuspeki er algjörlega fordæmd í orði Guðs. Því hún er blekking. Þetta eru lygar sem haldið á lofti frammi fyrir fólki. Milljónum allan heiminn láta blekkjast af stjörnuspeki. Guð fordæmir allt slíkt sem ég hef talið upp hérna núna að þessu sinni. Enda eru þetta blekkingar sem Guð varar við í orði sínu. Förum yfir í Jesaja 50, kafla 58. Þar segir frá 13. versi.
ef þú varast að vanhelga hvíldardaginn, varast að gegna störfum þínum og helgum degi mínum, ef þú kallar hvíldardaginn feginsdag hinn helga dag drottins heiðursdag og virðir hann svo að þú framkvæmir ekki fyrirætlanir þínar, annast ekki störf þín mér talar hégóma orð. Þá munt þú gleðjast yfir drottni og þá mun ég láta þig frambruna á hæðum landsins og láta þig njóta arfleifðar Jakobs föður þíns, því að munur drottins hefur talað það.